Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 29. maí, er 7. sunnudagur eftir páska og þema dagsins er Söfnuðurinn bíður. Efni dagsins fjallar eins og yfirskriftin segir bið hinna trúuðu eftir endurkomu Drottins. En við skulum byrja þessa stund á að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían sem er úr Esekiel er framtíðarspá ríki Guðs. Þar segir frá ætlun Guðs að hann muni í framtíðinni fjölga í þjóð sinni, sem ég held að sé spá útvíkkun á boðun fagnaðarerindisins til annarra heldur en gyðinga. Guð ætlar að gera ævarandi sáttmála við sitt fólk og setja bústað sinn og helgidóm mitt á meðal þeirra. Og þegar þetta gerist, munu allar þjóðir heims skilja að hann er Drottinn. Í pistlinum sem er úr fyrra Pétursbrefi er hvatning til okkar að nýta náðargáfur okkar og vegsama Guð, því endir allra hluta sé í nánd. En pistillinn hljóðar svo. En endir allra hluta er í nánd, verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafi brennandi kærleika hvert til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrisinn hvert við annað án þess að mögla. Sérhvert ykkar hefur fengið náðargáfu, notið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. Sá sem talar flytji orð Guðs, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess. Verði svo Guðvegsamaður í öllum hlutum fyrir Jesú Krist. Hans er dýrðin og mátturinn aldir alda. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Bréfið er skrifað á tímum ofsókna gegn kristnu fólki og full þörf á að vera gætin og algáð til bæna, styrkja samfélagið við aðra kristna menn og verjast sundrung. En textinn ber þess merki að postularnir hafi talið heimslok vera í nánd. Endir allra hluta er í nánd, eins og það er orðað. Enda sagði Jesús að hann færi burt að búa þeim stað og hann kæmi aftur að sækja sitt fólk. En eitthvað hafa menn misskilið eða mislesið í orð Jesú varðandi tímasetninguna, því að við sjáum í postulasögunni að menn næstum því settust niður og biðu eftir endurkomu Drottins. Postulasagan byrjar á síðustu fyrirmælum Jesú áður en hann stígur upp til himins. Þar gefur hann postulunum fyrirmæli að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir því sem Faðirinn gaf fyrirheit og þér hafið heyrt mig tala sagði Jesús. Því að Jóhannes skírði með vatni, en þið skulu vera skírðir með heilugum anda nú innan fárra daga. Postularnir spurja hvort að hann ætla að endurreisa ríkið handa Ísrael, en Jesús svarar að það sé ekki þeirra að vita tíma og tíðir en sem Guð Faðir hefur ákveðið. Eftir að Jesús hafði stigið upp stóð engill hjá postulunum og sagði að Jesús kæmi aftur. Hann mun koma á sama hátt og þið sáuð hann fara til himins. Nú þeir biðu í Jerúsalem og heilagur andi opinberaðist þeim á hvítasunnudag. Síðan segir, allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Menn seldu eigur sínar og muni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidóminum, brutu brauð í heimahúsum og neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Á þessari frásögn má sjá að menn hafi talið mjög stutt þar til Jesús kæmi aftur, því það selur engin eigur sínar og muni nema hann telji sig vera að fara burt og þurfi ekki meira á þeim að halda.
Og í pistlinu með fleira sem bendir til fyrirhugaðar brottfarar. Þar segir: umfram allt hafið brennandi kærleika hvert til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Eftir MeToo-byltinguna mundi þetta flokkast undir þöggun. En í ljósi þess að ef menn töldu sannarlega að Jesús væri rétt ókominn aftur, gæti mönnum hafa fundist að það tæki því ekki að stofna til ófriðar vegna smáafbrota eða að það væri ekki þeirra að dæma. Jesús mundi sjá það. Hvergi hef ég séð fyrirmæli í ritningunni að menn eigi að láta óréttlæti viðgangast. Við eigum að elska náungan og eiga frið við alla menn eins og kostur er, en það þýðir ekki að við eigum að láta valta yfir okkur. Þvert á móti þá stóð Jesús með og átti samneyti við hina lægra settu, fátæku og hrjáðu. Hann varði hórsegukonuna sem átti að grýta og hann borðaði með tollheimtumönnum og bersyndugum. Í pistlinum eru menn líka hvattir til að vera gestristnir án þess að mögla. Og bak við þá hugsun eru orð Jesú að hver sem tekur á móti barni Guðs í nafni Jesú, tekur ekki aðeins á móti Jesú, heldur einnig á móti Guði. Og á þeim stutta tíma sem apostolarnir töldu ef til vill að væri eftir, voru menn hvattir til að nota náðargáfur þær sem að Guð gaf þeim, á hvaða sviði sem gáfurnar nýttust, til þjónustu við samfélagið og vegsemdar Guði og til þess að bæta fleirum í hópinn. Í Opinberunarbókinni segir: sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga inn hliðin inn í borgina. Já, sjá, ég kem skjótt, sagði Jesús. En skjótt er þarna í merkingunni snöggt, án fyrirværa, óvænt, að óvörum. Eða eins og stendur í fyrra Þessalónikubréfi: dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Það er þegar enginn á von á honum. Sagan meyjarnar með lampana er ein af dæmisögum Jesú sem hvetur okkur til þess að vera vakandi. Loka orð sögunar eru: vakið, því þér vitið ekki daginn né stundina. Svo misskilningur postulana að Jesús kæmi fljótt aftur er kannski skiljanlegur. Í þessi tæplega 2000 ár sem eru liðin frá dauða Jesú hafa ótal heimsendaspár komið fram, en heimurinn stendur enn. Engar þeirra hafa ræst. Að halda sér vakandi er að vita að dagur drottins mun koma þó við vitum ekki hvenær. Að halda sér vakandi er að viðhalda og auka þekkingu okkar á Jesú í gegnum allt lífið, á meðan allt gengur sinn vanagang í heiminum. Guðspjallið fullvissar okkur að hjálparinn, heilagi andi, muni styrkja okkur í trúnni, svo að við föllum ekki frá henni. Heilagur andi mun hjálpa okkur að skilja orð Jesú, myndmálið og dæmisögurnar. Hjálpa okkur að túlka þær inn í daglegt líf okkar og að skilja hvers má vænta. Já, þema dagsins er söfnuðurinn bíður. Í pistlinu segir Pétur postuli að endir allra hluta sé í nánd og við lestur postulasögunar sáum við að söfnuðurinn beið með óþreyju eftir að Jesús kæmi aftur, enda upplifðu þeir ofsóknir vegna trúar sinnar. Það lýsir staðfastri trú þeirra á endurkomu hans að þeir skyldu hafa selt eigur sínar og muni, ekki til að fara með peningana til himins, heldur til þess að deila þeim á milli sín
og sjá hópnum fyrir mat og nauðþurftum á meðan þau biðu. Það má segja að allt lífið séum við að bíða eftir einhverjum veraldlegum áfengum, en kristnir menn lifa einnig í von vegna loforðs Jesú, því hann sagði: sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.